Góðan daginn Reykjavík. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, iðnaðarráðherra, Oddný Harðardóttir, grænu heiðursborðin hér á staðnum, góðu gestir. Við erum 5 ára um þessa mundir. Við höfum verið fyrsti valkostur sprotafyrirtækja sem leita stuðningsþjónustu og aðstoð við fjármagn þeirra og við höfum verið í forystuhlutverki og ég þakka ráðherra okkar fyrir þau góðu orð sem hún viðhafði hér áðan. En við þurfum líka að standa vörð um starfsmenn okkar. Þetta er heilmikið verkefni og nátan er 5 ára um þessa mundir. Við kveðjum mjög starfsamt ár 2011. Það voru 100 verkefna, ég geti talið upp 100 verkefna, þið sjáu á heimasíðu okkar 100 verkefna. En það er gaman að segja ykkur að 90 starfsmanna, af 90 starfsmönnum er þriðjungur verk eða tæknifræði menntaður. Við veltum 1230 milljónum á ári. Við höfum 60% sjálfsafla skyldu í þeim efnum og fáum 40% af ríkisframlagi. Það hefur gengið vel að halda utan hlutina og 1,4% rekstrarafgangur sem ég veit að businessfólkið í salnum finnst ekkert merkilegt, en það er gott að vera réttum megin við strikið. Við helgum þennan ársfund samfélagslegri nýsköpun. Það er alltaf merkilt fyrir mig sem er nú kannski og fastefnis eðlisfræðingur að hafa þurft að setja mig inn í þá góðu hugsun alla saman, en hún er samnefnari við nýskapandi hugmyndir sem uppfylla samfélagslega þarfir. Og þessar hugmyndir leiða til velferðar og bættra lífskjara og það er ánægjulegt að löggjafinn þegar hann setti lögin Nýsköpunarmiðstöð Íslands, þá voru lífsgæði eitt af þeim punktum sem við urðum að standa vörð um. En sjáum við að samfélagsleg verðmæti eins og lýðheilsa og orka falla sérstaklega vel inn í þessa skilgreiningu. Það er ákveðin hvatning til samfélagsins til að axla meiri samfélagslega ábyrgð og við höfum sannarlega í kreppunni fundið til þessar ábyrgðar og vonandi brugðist við henni. Við fæddumst, kæru gestir, í aðdraganda kreppu. Við höfum fengið eldskírn við hæfi. Við höfum miðlað jákvæðni. Við höfum hvatt þjóðina, handleitt 10.000 manns, ég kem að því betur á eftir, alls konar frumkvöðla og við höfum sett frá nýjar hugsanir varðandi grænkun atvinnulífsins. Þessi tákgrænu borð hér, 2 grænu í dag, eru einmitt tákn það. Ég er með merki í barminum sem heitir Siðvist, Eco-Ethical. Við ætlum að láta afmælisárið snúast töluvert mikið um þetta. En þekking og mannauður, kæru gestir, hlýtur að vera dýrmætasta auðlind þjóðarinnar okkar. Við eigum að þakka forsjóninni fyrir landið okkar, gjöful miðin, vatnið okkar á loftið og hreinleikann, íslenska náttúru. Og hundur í óskilum er þetta skemmtilegu fulltrúi. Hann er eins og nýsloppinn úr dalnum. Það var samt að hafa þá með okkur. Stærsta auðlind okkar hlýtur að vera menntuð þjóð og menntunin leiðir svo til, ég vil að skapa smá þríhyrning hérna, menntunin leiðir til rannsókna og rannsóknir leiða til nýsköpunar í atvinnulífinu. Þannig myndast þríhyrningur þekkingar sem við til dæmis erum að skoða mjög mikið í vísinda- og tækniráði. En þessi þríhyrningur, hann lítur svona út, hann er menntun á einni hliðinni, hann er rannsóknir á einni hliðinni, hann er atvinnulíf. Við getum raðað stofnunum Íslendinga inn í þennan þríhyrning. Við þurfum að láta alla þessar 3 hliðar harmonera saman. Þekkingin, menntunni þarf að leiða til rannsókna, rannsóknir þurfa að gera í nánu samstarfi við atvinnulífið og ég leyfi mér að setja Nýsköpunarmiðstöð Íslands inn í þennan þríhyrning, dálítið nær rannsóknum og atvinnulífi heldur en menntun, en þarna erum við. Og þessi hugsun þarf í raun og veru að leiða okkur og er að leiða okkur í okkar starfi. Við fáum 10.000 manns sem sækir til okkar persónulega þjónustu á ári, 1000 sækja námskeiðin okkar víða um land, 100 fyrirtækja tengjast verkefnum okkar og 100 fyrirtæki eru í frumkvöðlasetrum okkar. Ég leik mér að tugveldum í þessu, en þetta er svona það bil það sem við finnum. Á hverju mínútu erum við sótt heim
af fólki á netinu sem að spyrjast fyrir eitthvað. Á 10 mínútna fresti erum við með viðtal við frumkvöðul alla vinnudaga allt árið. Í nýrri þingsályktun, og það er ánægjulegt að sjá Skúla Helgason hér við græna borðið eitt, að þá erum við hvött til að setja fram aðferðafræði við að grænka íslenskt atvinnulíf. Við álítum á Nýsköpunarmiðstöð að það verði best með því gert að auka vægi endurnýjanlegrar orku og sjálfbærni í þeim iðnaði sem er fyrir landinu. Við vitum að landið við getum ekki skapað græn fyrirtæki frá byrjun, heldur fullt af góðum brúnum fyrirtækjum meðal okkar. Við þurfum að grænka þau, við þurfum að gera þau grænni. Og bæklingurinn á borðinu ykkar, sem liggur hér frammi, það reyndar eru 2 bæklingar, við látum líka áskýrsluna okkar sitja á hverju borði til þess að spara nokkur rjóður í Hallormsstaðaskógi, þá bara 1 skýrsla per borð en hún á netinu líka. Bæklingurinn þetta, og ég þakka Umhverfisstofnun og Samtökum iðnaðarins fyrir hvatninguna sem þarna inn í þessum bæklingi. Græni hringurinn. Við höfum smíðað okkur stefnu sem tekur við af grænkun íslensks atvinnulífs og grænkun og eflingu siðferðis samtímis. Sjáum við að atvinnulífið fer ákveðnar grænar leiðir í verndun umhverfisins í anda sjálfbærrar þróunar, en við þurfum líka að tryggja það að samtalið við umhverfið þeirra, við næsta nágrenni fyrirtækjanna, sé gert í sátt við íbúa og nágranna, að upplýsingar eiturefni og svo framvegis séu gefnar, það sé gegnsætt umhverfi sem atvinnulífið okkar starfar í. Þannig verður til þessi siðvistar hugsun okkar sem við ætlum að leggja mikla áherslu á og fá með okkur fyrirtæki landsins, fá Samtök atvinnulífsins, fá Umhverfisstofnun og fleiri með í þann leik. Þannig verður til græni hringurinn. Og við höfum látið búa til vörumerki sem eru skrásett vörumerki, siðvist eða eco-ethical, og þið sjáu græna blæinn og þið sjáu þessi vistfræði norðurljós sem þarna í kring. Fyrirgefið þið siðfræðilegu norðurljós. Þetta framlag Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands til umræðuna núna betra samfélag á Íslandi. Grænu borðin í dag í salnum eru þar eru fulltrúar fyrirtækja sem nefnd eru sem fyrirmyndir í bæklingi okkar siðvist. Þau eru, ég lesi öll upp, það er Arkís, það er Biobú, það er CRI, það er Ebla, það er Gekon, það er HBT, það er Hótel Eldhestar, það er Háhiti, það er Icelandair, það er Íslandsbanki, það er Landsvirkjun, það er Marorka, það er Matorka, það er Metanorka, það er Trackwell og það er Vallanes. Í bæklinu sjáum við fyrir hvaða atriði grænkunar í íslenskra atvinnulífs þessi fyrirtæki hljóta þessi sæmdarheiti okkar að vera hér með okkur heiðursgestir í dag. Og mér langar til þess að biðja salinn að klappa þessum fyrirtækjum lof í lófa. Á eftir ætlar hann Sigurður Steingrímsson að ganga borðin og fá allavega 2-3 komment, en það bíður. Í atvinnulífi, kæru vinir, og ég nú svolítið létt hérna með hlutina, þar kámast ekkert málverkið frókost í grönnu með til dæmis kadmíum áburði. Það kámast ekkert með díoxín í loftinu. Það spillist ekkert af iðnaðarsalt í mat eða óvottuðum efni í matvælum. Og manneskjan á myndinni ekki með iðnaðarsilikon í þeim lækningum sem að farið hafa fram. Siðvistarheimurinn ekki svona. Siðvistarheimurinn tekur tillit til þessara þátta og í siðvistarsamfélagi gerast ekki svona hlutir. Í siðvistar Íslandi leitast við að lágmarka fótsporin, hvað sem eru kolefnis eða hvers kyns átróðslu. Ég þurfti nú að fá útlendamynd til að sýna svona svakalega mengun eins og þarna En í bæklinum farið ítarlega yfir það hvernig við förum frá brúnu vinstra megin yfir í grænt hægra megin og kostnaðurinn eða ávinningurinn sýndur hægra megin í þúsundum ef ekki milljónum tonna af CO2. Gef ykkur dæmi.
Takið þið fjórðu línuna ofan, það eru botnvörpuveiðar. Botnvörpuveiðar, ef hægt að koma við ljósveiðum, veiða með ljósi í stað botnvörpu, þá förum við mjög langt til hægri og spörum gríðarlega mikið af CO2 sem verður til þegar netið er dregið í gegnum sjóinn og við spörum botninn, við hlífum botninum með þetta. Við fáum meira þetta á eftir. Í sambýli framtíðarinnar í vistvænu í Suðvestakerfinu, þar nýtur stóriðjan þess að einn hlutur úr stóriðjunni verður, einn afrakstur verður hráefni í annað. Ég nefni sem dæmi bara háhita einangrunarefni sem við erum að vinna núna á Akranesi í háhita einmitt, og ég nefni brennisteinssýru sem hægt var að vinna úr H2SI og svo framvegis, metanólframleiðslunni hjá CRI. Þetta verður hringur þar sem afrakstur og affall verður að hráefni. Við erum farin að hugsa frá vöggu til grafar, ekki vöggu til grafar, þetta er vöggu til vöggu, ætti ég að segja. Frá vöggu til nýrrar vöggu. Þetta er svolítið hátíðlegt hjá mér og það er svolítið tíma, en svona eru hugsanir okkar þessa dagana. Við breytum úrganginn í hráefni. Ég þakka okkar ágæta forseta fyrir að hafa hjálpað okkur við þá vinnu og þeir eru þarna Ólafarnir saman í furstadæmunum. Ólafur Vallevík er að steypa úr vistvænustu steypu í heiminum. Við erum svo þarna með pítsu sem ég lét Ólaf búa til, en hann mælir alltaf eðli steypuna með því að búa til svona pítsu og spyr svo hversu lengi er hún að flytjast út og svo framvegis. Mjög skemmtileg tækni. Við erum að breyta sorpi í eldsneyti með gösun, ekki bara brenna og skilja eftir eitthvað díósín, heldur búum við til ákveðna frumþætti sem hægt er að nota í eldsneyti og eldsneytisgerð. 100.000 tonnar hráefni í sorpi, eins og Ingólfur Örn setur fram hérna, leiðir kannski til tugþúsunda tonna af eldsneyti. Ég held að framtíðin á Íslandi verði svona að sorpi verður líka vagga eldsneytis. Við höfum verið í samvinnu um nýsköpun í ferðamálum. Ég þakka Íslandsstofu, iðnaðarráðuneytinu, SAF og Ferðamálastofu, miðlun og menningu fyrir þá vinnu alla saman. Við ætlum að skoða Ísland sem eins konar hay fever heaven snemma á vorin, þegar Ísland er ekki vandamál hjá okkur frjóofnæmi. Við sjáum fyrir okkur athvarf fyrir ferðamenn. Við erum til dæmis að vinna með flugfélögunum í þessu og við erum líka að skoða margt sem hrjáir nútímamanninn, ofþyngd og streitu og þunglyndi, og hugsum okkur að bjóða hér fram lífsgæða ferðaþjónustu. Heilsuferðaþjónustan er eitthvað sem við búum að gera vel, spa og svo framvegis. Nú er þetta ennþá meira sofístikerað og allur þessi hópur Íslendinga sem er sérmenntaður í ummönnun og lækningum kemur það til. Þetta verður spennandi þáttur í ferðamennsku framtíðarinnar. Núna langar mig til að fara með ykkur í lok þessa spjalls í sjóferð. Halla Jónsdóttir, Geir Guðmundsson, Torfi Þórhallsson og fleiri við efnislíf og orkutækni hjá okkur á Nýsköpunarmiðstöð hafa verið að prófa að veiða fisk með ljósi. Með þeim hefur verið Einar Hreinsson hjá Hafrannsóknastofnun og Fjarðanet og Raffistuhúsið Gunnvör hafa unnið þetta. Mikið og merkilegt verk með okkur. Mér ber að nefna fleiri í þessum sambandi, það er Einar Hreinsson og það er Ólafur Ingólfsson sem hafa komið að þessu að vestan. En með því að nota ljósnet, sjáu því, þá getum við í raun og veru búið til, má ég segja, troll sem sjóri veitir ekki við ná og eyðir ekki olíu þess vegna og sem hlífir botninum. Með því að nota þetta ljósnet þá erum við að reyna núna að taka fyrstu skrefin í því að búa til alveg nýja tegund veiðarfæra í veröldinni. Og mér langar til þess að fara í stutta sjóferð á morgunstund fyrir vestan. Við erum búin að vista okkur upp og Halla og Geir og Vestfirðingarnir erum saman á bát. Þarna er Geir sjómaður. Þarna er hann þessi ágæti
Haraldur Konráðsson, skipper á Val, Geir sjómaður aftur, Halla Jónsdóttir, sjómaður, og við eigum eftir að sjá Einar Reynsson og Ólaf Ingólfsson þarna með okkur líka. Og brátt ætlum við að fara inn í hafflötinn. Svona virkar ljósveiðarfærið. Sjáið þið geislana sem koma út úr botnvörpunni. Við förum niður, nú munið þið sjá hvernig við prófum þetta neðan sjávar. Sjáið þið, þetta í fyrsta sinn sem við höfum lagt í að birta svona opinberlega. Þarna sjáið þið í þessu tilviki síld sem við erum að sjá að forðast mjög ljós vegginn með mjög sterkum hætti. Ég ætla að fara eftir nokkrar sekúndur ætla ég að fara yfir í ýsu sem það kemur að inn. Við eigum eftir að við fylgjum eftir þeim fiski sem verið að veiða og við hremmum hann þannig að hann endar inn í pokanum. Þetta eru auðvitað fyrstu myndir, ég bið ykkur vel að virða það, en ykkur 100 kílóa var hægt að veiða með þessum hætti. Og fyrst og fremst sjáið þið, þarna skuttlaðist ýsan inn í pokan. Það er 2012, við erum á Íslandi, við erum að sýna alveg nýja aðferð við að veiða fisk. Dagur að kveldi, við erum búin að vinna stórkostlegt verk, þetta góða fólk okkar, og ekki bara þessi ágætu starfsmenn okkar eini saman, heldur margir af deildinni hjá Ingólfi. Seinna í dag, þá ætla ég að, bara áður en við ljúkum þessu, þá ætlum við að sýna ykkur með svolítum effekt í salnum hvernig ljósveiðarfærið virkar. Ég bið ykkur að njóta morgunstundarinnar og ég þakka fyrir þessa frábæru aðsókn. Takk fyrir.